Við förum þá bara í hjólreiðar, þú ert mikið fyrir hjólreiðar. Já, það skemmtilegt. Það fyrsta sem þú gerði þegar þú fluttir upp á land, það var að kaupa þér hjól. Já, með körfu. Með körfu. Já. Og búin að nota það ansi oft. Já, það er svona stópult. Já. Herðu en inn á hjólamót.is, þar má sjá hinnar ýmsu keppnir sem eru framöndan. Og þar á meðal má nefna Gullhringinn og Túrdekk Fólksvöllur. Já, mista skemmtilegt. Það fyrir að bresta og sá sem veit meira þetta heitir Einar Bárðarsson, selfisingur. Heill og sæll. Blessu og sæll. Hvað segir þá? Það er mjög gott. Ég stattur hérna á Akranesi á hvað heitir það, Norðurálsmót í fótbolta. Það var einmitt að labba fram með sjálfsliðinu hérna, hörkulið. Já, var það ekki? Jú. Og hvernig er staðan? Svaka kallar, já, það er bara verið að setja móti hérna bara eins og það er bara heimsmeistarakefni í fótbolta. Já. Það er bara ekkert öðruvísi. Það er hérna risastór knattspyrnu höll hérna á Akranesi þar sem öll liðin eru komið saman. Þetta er 100 liða hérna. Rosastuð. Já. Hvaða aldur er þetta? Þetta er yngstu flokkarnir, sjöundi flokkur. Já, ok. Já. Þannig að það er bara stuð. Alltaf trillast hérna inni núna. Tókstu hjólið með þér? Já. Já, sjálfsögðu. Já, ég tók með sér hjólið fyrir konuna líka. Við skildum ná að hjóla eitthvað hérna saman. Já. Ég hjóla hérna inn að fyrstu keppnum sem ég tók þátt í. Hún er reyndar ekki við líði lengur. Það var að hjóla hérna í kringum Akrafjallið. Ég gerði það einhvern tímann í kringum Íska daga, ef maður rétt. Já. Þannig að hérna... Var það fyrsta keppnin? Það var keppn númer 3 held ég. Já. Það var hérna fyrsta sumari sem ég var, þegar ég fór á staði þessu, held ég að 2011. Hefur þú verið almennt duglegur að nota hjólið í gegnum árin eða? Sko, ég hjólaði mikið þegar ég var pjakkur á Selfossi og bara alveg bara þannig til ég fekk bílprófila, svo lagði maður hjólinu og spáði bara ekkert meir í það, sko, því það var bara einhvern veginn í hugum Íslendinga, svolítið ferðamáti barna og unglinga. Já. En sko, svo hérna var ég að leita mér að einhverju svona íþrótt þess að reyfa mig og svona þegar maður orðin svona helviti patralegur því að þá var svolítið erfitt að fara að hlaupa. Já. Þannig að ég valdi reiðhjólin. Já, og það hefur gefið mikið. Það hefur reyndar að valið svolítið mikið af reiðhjólum. en það er alltaf lagi. Það er gaman að eiga nokkur góð hjól. Já, sjálfsögð. Það þarf ekki endilega að binda sig við eitthvað eitt. En hjólreiðar, þetta hefur gefið þér ansi mikið? Já, rosalega gaman og ég er svo lánsamur að ég þekki mikið af bestu hjólreiðamönnum landsins og þegar ég byrjaði bara 2011 þá voru bara svona bara þriðjungur af þeim sem eru að hjóla í dag byrjaði að hjóla. Þetta er svo svakalegu vöxtur í þessu sporti. Já, nákvæmlega. Og þannig að ég þekki mikið af skemmtilegu hjólreiðamönnum sem hafa lagt mér góð ráð og ég bara einhvern veginn, þó ég viti að ég sé lélegastur þegar ég mæti í keppninar, þá bara er mér alveg sama. Ég bara skráði mig í þessar keppnir og hjóla og ég er að keppa við sjálf mig, engan annan. Já, það er nefnilega málið. Og það er akkurat þetta, Einar. Ég hef tekið eftir þessu og það er orðið mikil aukning á því að fólk er að taka fram hjólið og hjóla til dæmis sko langa leiðir og ég veit nokkra sem hjóla milli Hveragerðis og Selfoss daglega sko. Já, það er endar ansi mikil umferð á þeirri leið held ég. Já. En svo þekki ég nokkra sem hjóla mitt frá Selfoss niður á Bakka í vinnu, Já. Og það eru nokkrir, einn af þeim sem hjóla nú reglulega með mér hérna í Túrdekk Fólksvöllur. Og og ég einhvern veginn svona bara fór alltaf að hugsa að þessari miklu aukningu, það er svo mikið að fólki að koma í sporti og byrja að hjóla. Já. Og þá tók ég mig til að skrifa eitthvað smá pissu við síðustu helgi og það sem ég hvatti fólk endilega að drífa sig í þessa keppnir eins og Sunnlendingar eiga núna 2 stærstu hjólreiðakeppnir á landinu. Túrdekk Fólksvöllur á sér nokkur langa sögu en henni var startað aftur held ég 2011 frekar en 2010 af Ísóli Gylfa sem að koma aftur sem bæjarstjóri hérna. Já. Eða sveitastjóri, ég veit ekki hvort þetta kalla. En og svo startaði ég sjálfur fyrir 3 árum keppninni Gullhringnum upp á Laugarvatni. Já. Hugsaði mér að væri tækifæri í því að búa til keppni þar sem var hjólað fallegustu slóðirnar á Suðurlandi og náttúrulega part af það sem svona stór partur á Íslandsugunni í annarri hverju þú þannig. Já, og þetta er hinn eini sanni Golden Circle ringurinn, eða ekki? Stóri ringurinn er eiginlega eini sanni. Þá hjóla maður alveg upp að Geysis-gatnamótum, þar sé frá Laugarvatni, upp að Geysis-gatnamótunum, niður allar Biskupstungurnar, gegnum Biskupstungnabrautina, niður af Brúará og yfir þar inn í Grímsnes, niður Grímsnesið fram hjá Svínavatni,
niður í Þrastal skó og upp svo Þingvallaafleggjaran, hjóla upp Þingvallaafleggjaran að Þingvöllum og yfir heiðina síðan inn á Laugarvatn. Þetta er ekki kannski fyrir byrjandur, þetta er 106 kilometrar. Já. En menn eru þessi bestu að fara þetta bara á svona innan við 3 tímum sem er. Já, glæsilegt. Þessi keppni er nú 12. júlí, eða ekki? Þessi er júlí, og svo er B flokkur sem er eiginlega alveg eins, en þá er byggt upp í Svínavatn og sunnlendingar þekkja það. Það er svona helmingi styttri sprettur, það er 60 og eitthvað kilometrar. Svo er eiginlega svona einfaldasta útgáfan. Þá er hjólað að Reykjaafleggjara yfir Reykjaheiðina sem er þá ekki eins langt upp að Geysi og upp aftur í Svínavatn og það eru rétt rúmlega 40 km. Það er bara svona skemmti reið, sko. Þar geta í raun og veru allir, þó menn hafi bara ekkert hjólað. Já. Geta stigið upp á hjól og hjólað þennan sprett og geta látið það verða bara sín fyrstu spor í hjólreiðakeppnum. Já, meiri svo að Jórunn geti gert þetta. Já, ég meina ég var að skora á hann Svavarörn hérna klippara í Reykjavík. Já. Hann allar að mæta. Glæsilegt. Og ég er svona góðri leið með að vera búin að fá einn á ráðherrum Suðurlands til þess að taka þátt í Silfurhringnum. Ég skal segja eitthvað meira frá því í næstu viku. Já, það er glæsilegt. En Túrdek Pálsöldur, þú vantarlega tekið þátt í því áður? Já, hann er sko ekki á morgun en til næsta laugardag og ég verð mættur þar alveg. Ég er sko veislustur í brúðkaupum kvöldið en ég ætla ekki að láta það hérna trufla mig. Nei. og ég mætti það. Ég hef hjólað Túrdek Pálsöld í það heila 3 sinnum. Það bílaði reyndar hjólið á mér í fyrra. Og ég ætla ekki að láta það koma fyrir aftur. Það var hjól sem ég fekk að láni og ég þekkti ekki nógu vel. Lappaður þú rest? Herðu, það er nú synd að segja frá því. Hún bilaði við Landvegamót. Já. Svo kom rúta. Ég vippaði mér upp í rútuna með góðfúslegu leyfi þeirra sem voru í rútunni. Og var með fyrstu mönnum yfir makkina. En tilkynning og mótmennir það, ég hef nú verið í rútunni, þannig að þetta var ekki alveg löggildur tími. Líklega besti tími minn til þessa, enga síður. Já, glæsilegt. Nei, ég er til mig sem dæmi, ég er innan við 2 tíma að hjóla þetta. Já. Og ég er nú ekki til einhverju megaformi, en þannig að það gefur fólki svona einhverja hugmyndu það hvaða tími fyrir þetta. Ég hjóla þess frá Selfossi, það er þess A-flokkurinn hjóla frá Reykjavík yfir Þrengslin. Já. En ég hjóla frá Selfoss og við veist það alveg nóg og það er bara ekkert mál fyrir byrjandur að taka þátt í því líka. Mjög skemmtilegt. Og eins og segir... Svo ísólur upp á kjötsúpu ef ég þekki rétt og menn fara þannig sund og pulsur og ég veit ekki hvað okkur. Að sjálfsögðu. Eins og þú segir Einar í ágættum pistli sem þú sendið frá þér að þú ert að keppa við sjálfa þig og þótt þú sést ekki bestur í öllu þessu og þá ertu að gera miklu meira heldur en þeir sem sitja bara heima. Já, nákvæmlega. Ég hef að vinna þá alveg big time. Já, það er bara málið. Það er bara svolítið. Einar Bárðarson, takk fyrir spjallið og ég ætla að vera nánar í sambandi við þig. Já, bestu hverjar Selfoss. Takk. Takk. Bless.